Það finnur gífurlega sterkur sigur hjá þínum drengjum hérna í dag. Varnarlega frábærir á löngu köflum í þessu leik og hlýtur að vera himinlifandi með þessa frammistöðu. Já, kærkominn sigur, búinn að æfa vel yfir hátíðarnar og þá kunum við leggja hart að sér að vinna í sínum málum og vera betri og þetta var eins og allir körfuboltar upp og niður en við náðum að binda saman vörðina vel hérna til lokin og náðum góðum kafla sóknarlega hana í minni að við svona byrjum fjóruleik út eitthvað svoleiðis, þannig að það voru svona gamlir taktar hana sem við höfum svolítið saknað. Þú voru aðeins elsta að Stjarnan nær hérna ágætis áhlaupi í, manni hvort það væri einhvers staðar í kringum hálfleikinn. Hvað þurftu að gera þá til þess að ná að býta í skjaldarendur og koma sigra sér? Já, það er náttúrulega bara frábært lið og mikið sjálfstöðsstýri og svona, við voru refsuð okkur, eiginlega alltaf þegar við gerum fast með mistök, þá fast með refs okkur, gerðum það vel. Við vorum að skjóta boltanum illa í fyrra, vorum ekki 4 af 17 eitthvað svoleiðis, þannig að það fannst að við eiga helling inni. Varnarlega náðum við svona aðeins að binda þetta saman og aðeins að leysa nokkra hluti sem Stjarnan var að gera mjög vel í fyrrháleik og svo bara, þú veist, þessu körfuboltaleikinn er svona momentum kemur aðeins með okkur og þetta náttúrulega munar mikið að Ægir gat ekki spila hjá þeim í seinna leik og það svona fór kannski svona meiri orka hjá Hilmari að setja upp sóknarleikinn heldur en endilega bara skora eins og var að gera svo frábærlega í fyrrháleik. Eftir mjög erfiðar fyrstu 10 umferðir á mótinu þá vinnið þið Stólana hérna. Mjög sterkt lið Stóla og svo að taka Stjörnuna hérna aftur á heimavelli núna í fyrsta leik á nýja ári. Er hægt að snúa liðið við bara svona á núleitni? Nei, þetta er við erum bara að leggja miklu vinna á okkur bara síðan ég kom ekki, það er lítið tala hvernig það var áður en ég kom aftur en við erum menn eru búin að vera að leggja hart að sér og vilja gera betur og þetta tekur tíma og mér finnst við ennþá langt frá okkar besta og eigum helling inni en það eru svona jákvæð teikn á lofti og mann er að taka skref áfram en við erum líka meðvitaðir það að það er ekkert komið núna, það er ekkert búið að smella, þetta er ekkert klárt núna, það er mikil vinna þá framöndan. Deildin er gríðarlega sterk og liðin bara verða sterkari og sterkari þannig að við þurfum að vera tölur miklu betri ef við ætlum að vinna fleiri leiki en töpum. Alveg að lokum svona klassískar janúar spurningar kannski, má búist til breytingum á hópvals? Ekki svo stöddu, við erum gríðarlega ánægð með innkomu Adam inn í þetta og Kári er að koma aftur eftir þessi stuttum meiðsli og náði að æfa lítið jólun en svona náði síðustu viku. Svo náttúrulega styttist í ástórvandi og okkar utan með Kristófi fyrir að láta sjá sér gólunum bráðum þannig að það er kannski það styrkingar sem við erum að horfa til. Eru þeir klárir? Ekki klárir en farnir að æfa og eru svona að hóta og svona láta vita af sér þannig að vonandi þannig að þeir geta komið inn í þetta sem fyrst í okkur og gert það sem þeir gera vel. Kæra þakkir Finnur og gangi ykkur vel. Takk, gleðilegt.